Jæja, ég ætlaði að segja frá því þegar ég segja frá söguna því þegar ég græddi óvart á Bitcoin. Það var í fyrra þegar ég var í Bandaríkjunum. Þá langaði mér að fara að byrja að treyta en af því að ég bjó í Bandaríkjunum þá gat ég ekki opnað neitt reikning hjá svona bróker sem er bara verðbréfasali og sem maður gerir bara í gegnum netið. Af því ég var ekki með, að því ég bjó ekki í Evrópu þá gat ég ekki opnað neitt reikning hjá þeim sem var í Evrópu, og af því að ég var ekki með ríkisfang í Bandaríkjunum, við var bara heimsækja þarna, þá gat ég ekki gert það heldur þar. En þannig að það sem ég gerði þá í staðinn, að því ég vildi ekki sóa tíma, að því ég vildi nýta tíman í að gera þetta, þá fann ég tók ég bara sénsinn á því að finna svona unregulated broker sem er svona eiginlega ekki beint svona viðurkenndur, og það var alltaf hætt á því að vera svikinn. Og en ég kynnti mig málið og tók bara sénsinn og setti einhverja, ég held að það hafi verið $200 eða 100, ég held að það hafi verið $200 frekar en 100 sem ég setti í þetta, og ég var bara svona að æfa mig í því að kaupa og selja samdægurs, svona stuttar fjárfestingar á gjaldmiðlum alla, og ég meina græddi stundum eitthvað smá og stundum eitthvað lítið, og aðalega var ég bara að læra, og það var svo sem ekkert mikil áhætta og allavega gæti nýtt tíman í reynsluna, því ég var náttúrulega atvinnulaus og ég hafði ekki einu sinni réttindi til að vinna. En svo gerist það að ég fór að hafa áhyggjur af því ef þau myndu svíkja mig, ef þau myndu ekki borga mér það sem ég fæ, og ef ég myndi svo græða meira á þessu, ef ég myndi ekki geta tekið peningin út eða eitthvað. Þannig að það sem ég gerði, ég var á leiðinni til Íslands aftur fljótlega, þannig að ég hætti bara með þetta, fór svo þegar ég fór til Íslands þá fann ég svona brókeri í Evrópu og stofnaði reikning þar sem var viðurkenndur og allt svona, og kynnti mér orðsporið þeirra og svona, og ég geymdi bara hinn peningin inn á hinnu, bara ég er ekki ennþá búinn að taka núna, hann er búinn að vera meira en árið eitthvað. Svo spurði ég þá fyrir einhverju síðan hvort ég geti ekki tekið þetta út og svona, og þeir undirbjuggu það fyrir mig þannig ég geti tekið þetta út, og þeir sagði, já, þú hefur peningin í bits, og þá myndi ég að til þess að setja peningin í nota þá þurfti ég að kaupa, og þurfti ég að stofna eitthvað svona, eða fá eitthvað svona Bitcoin wallet eða eitthvað svipað til þess að skipta peningi yfir í Bitcoin, til þess að leggja þetta inn á í Bitcoin. Þetta er svona alveg eins og að sumir geta bara fengið borgað í gegnum PayPal eða eitthvað svoleiðis, en þannig gat maður bara lagt inn á í Bitcoin þessu tilfelli. Þannig að ég var að gera það og núna er Bitcoin búið að hækka meira en helming, þannig að og þannig að þetta er svolítið fyndið, að því að ég ætlaði að reyna að græða á hverjum degi, eða svona reynda að var það gott að æfa sig á hverjum degi, því að maður er kannski fljótar að læra þannig, hitt tekur svo langan tíma, en á meðan ég var að reyna það þá græddi ég kannski svona á meira langtíma fjárfestingu, og sem að er ekkert það mikið, en er bara góð reynsla, og já, ég er ekki ennþá búinn að taka þetta út, það er náttúrulega einhver áhætta að fyrir mig að hafa þetta þannig, en þetta hækkar og lækkar til skiptis, en ég reynda bara nennti ekki að taka þetta út, af því að það var svo mikið að gera hjá mér, það er mikið sem ég hafði áhyggjur af. Ég bara beið með það því að ég þarf að búa til eitthvað svona Bitcoin wallet til þess að geta tekið út líka
eða ég veit ekki hvort ég þurfi þess, ég þarf allan að kynna mér að hvernig ég þarf að taka út og eitthvað svona, og ég meina þá get ég bara leitað á það sem að vinna í því einn dag og það fær maður þetta bara borgað eitthvað svoleiðis. En já, það eru margir sem að hafa eru á móti svona fjárfestingum og finnst það að vera græðgi, og veist, ég er alveg sammála því að græðgi er slæm, en það skemmtilega við þetta er sálfræðin í þessu sem að kenni manni mjög mikið, og það er náttúrulega alltaf til einhverju spillti menn sem að nýta sér svona hluti, og, veist, og ég er nú ekki sammála því að fjárfesta sé alltaf að græða á öðrum, en þeir eru aðalega að græða á hvorum öðrum. Það er einn fjárfestur sem að kaupir eitthvað á réttum tíma og selur eitthvað á réttum tíma, þá er annar fjárfestur sem að selur það á vitlausum tíma, þannig að þeir eru svona svolítið að veðja móti hvorum öðrum, og svo kannski kaupa hluti í fyrirtæki á þessum tíma og selja hann á þessum tíma, og þá eru, og þú veist, ef að fólk er kúað þá er það aðalega fyrirtækin eða þá er aðalega þeir sem hafa völdin eða þeir sem eiga það, sem eru kannski að níðast á fólki sem að geta reyndar ekkert mikið gert nema það sé markað fyrir það. En ég held að það er allt kemur til alls, þá eru það stjórnmálin sem að eru ábyrg fyrir að leyfa einhverjum reglum að vera sem að þar sem einhverjum svona skítælar nýta sér ástandið ef eitthvað er leyfilegt eða eitthvað svoleiðis, sem að, og líka hérna á Íslandi þegar fólk hefur svo lítið vit á fjárfestingum og fólk þekkir ekki mun á fjárfestum og svindlurum, og og þá setja allir undir sama hattin, og þess vegna komast menn upp með svindl af því að þeir dulbúa sig sem fjárfestar. Því að maður hefur heyrt allir þess að fólk ég hef heyrt, þú veist, sagt vera að þetta gerðist af því að fjárfestar fengu að gera þetta, en þá voru eitthvað svindlarar sem dulbúið sig sem fjárfestar. Þeir voru ekki þessi fjárfestar sem að höfðu sömu upplýsingar og ég og þú og lögðu á sig að læra og allt það. Heldur voru það einhverju menn sem að voru bara með innri upplýsingar, vissi ekkert neitt sérstaklega mikið, voru ekkert með hennan hæfileika, það bara voru bara með einhverju upplýsingar sem voru að fela verið fólki og blekkja fólk, og veist, það er náttúrulega allt annað. Og ef fólk myndi kannski vita betur á því hvað er rétt og rangt í þessu, þá myndi þeim örugglega vera refsað með lögum eins og það er annars staðar. Þú veist, þegar menn eru eins og í Bandaríkjunum með annars staðar, þegar menn eru með innri upplýsingar, þú veist, það þýðir að þegar að fyrirtæki gefur starfsmanninn sínum eða einhverjum upplýsingar það að eitthvað sé að fara að gerast í fyrirtækinu sem mun hækka verðið eða lækka verðið, til þess að þeir geti vita að þeir eru að vera á undan öðrum að kaupa eða selja. Ef að þeir gefa þeim upplýsingar áður en þeir gefa almenningi upplýsingar, þá er það ólöglegt, og svoleiðis menn fara bara í fangelsi ef þeir gera það í öðrum löndum. Þannig að þeir eiga náttúrulega ekki að komast upp með það. En allavega ef maður gerir þetta rétt og ef maður er ekki í ykkur spilafíkn eða eitthvað, þá getur það kennt manni mikið, og svo það sem maður lærir getur hjálpa manni að gera gott fyrir aðra, bara láta gott að þessu leið og svona. Já, ég ætla ekki að hafa allir lengra í bili.